60% af daglegri prótínneyslu íbúa Úganda kemur frá fiski. Samt hefur Úganda ekki strandlengju að sjó og telst því vera landlugt. Hins vegar annað stærsta stöðuvatn heims innan landamæra Úganda og nokkur önnur minni og þar skýringin komin. Viktoríuvatn hefur verið matarkista íbúana hér frá fornu fari og þótt veiðin sé í rénun fiskur önnur helsta útflutningsgrein í landinu. Því í vaxandi mæli lögð áhersla á að auka aflaverðmæti með því að bæta gæði og fá þannig hærra verð á mörkuðum fyrir fiskinn. Þróunarsamvinnustofnun Íslands hefur dyggilega stutt þessa þróun, bæði með sérstöku fiskgæðaverkefni í norðurhluta Úganda og einnig fiskimál veigamikill hluti af byggðaþróunarverkefni sem Íslendingar styðja á Seseyjum í Viktoríuvatni. Actually, there has been tremendous changes for the last, I wouldn't want to say 2.5, it could even be slightly more years since we started working with Iceland, ISEIDA. Jackson yfirmaður fiskimála í Kalangala héraði en innan þess 84 eyjar á Viktoríuvatni, þaraf 64 í byggð. Hann segir framfarir miklar frá því samstarfið hófst við Íslendinga, nefnir til dæmis þekkingaruppbyggingu sem lýsir sér í hæfara starfsfólki á fiskimálaskrifstofunni en áður vegna menntunar og þjálfunar, meðal annars í markaðs- og gæðamálum og öryggismálum. Og hann talar samgöngumálin og segir að fiskieftirlitsmenn hafi áður en samstarfið kom til, hvorki haft yfir að ráða bátum í utanborðsmótorum og hafi þar af leiðandi ekki átt þess kost að sinna eftirlitinu sem þeim var þá falið. We have been able to put facilities in place, fish handling facilities, where fishermen bring their fish to sell. There is safe water to clean their fish, and in the long run, we have better price of fish. Eitt stærsta verkefnið í fiskimálum innan héraðsþróunarverkefnisins út í eyjasamfélaginu hefur verið bætt aðstaða til löndunar í 5 fiskimannaþorpum. Betri aðstaða til verkunar á aflanum, hreint vatn, húsakostur fyrir fiskimenn og fiskvinnslufólk, eftirlitsmenn og stjórnendur. Og Jackson segir að þessi aðstaða hafi aukið aflaverðmæti og stöðugt fleiri fiskimenn komið með aflaða landi þar sem löndunaraðstaðan sé til fyrirmyndar. Hvarvetna þar sem löndunarstaðir hafi verið endurbættir hafa þorpsbúar fengið aðgang að hreinu vatni úr krönum sem komið hefur verið fyrir víðsvegar í þorpunum. Þar sem flestir sjúkdómar í þessum fátæklegu samfélögum tilkomnir vegna mengaðs vatns, segir þessi sjálft að lífsgæði hafa aukist stórkostlega með tilkomu vatnsins.